þannig að skulum bara dempa okkur í predikunina. Mér fannst bara við hæfi, þar sem við varum að koma saman og tala Biblíuna, að byrja predikunina mína á rússneskum guðleysingja. Ég held það allavega, þessi rússneskur guðleysingi, en það er allavega ein setning sem hann sagði sem að ég er frekar sammála því sem hann segir hérna. Hann segir Leo Tolstoy, sem fæddist árið 1828, sagði: okkur finnst öllum að heimurinn ætti að breytast, en enginn leiðir hugan að því að við ættum sjálf að vera öðruvísi. Og þannig að það er svolítið fyndið hvernig þetta er. Við búum í samfélagi núna þar sem er auðvelt að kalla út spilling. Sérstaklega kannski á meðan við vorum að greiða atkvæði hérna í gær hverjum myndu stjórna landinu og annað eins, að þá er svona í gegnum allt það ferli þá er mjög auðvelt að segja spilling einhvers staðar. En það sem er mjög fyndið er að oftast er það talað um það í víðu samhengi. Það er að segja að það er spilling einhvers staðar í kerfinu og við vitum allt. Við vitum alveg að heimurinn er ekki eins og hann á að vera. Við vitum alveg að ríkisstjórnin er að haga sér ekki eins og alveg á að vera. En þangað til að við segjum spillingin er hér, að þá getum við ekkert gert í. Að ef við segjum bara spilling, það er einhvers staðar spilling í kerfinu, þá getum við öll verið að tala um spillingu, en við getum verið að gera eitthvað í henni út af því að við höfum ekkert þess að tækla í rauninni. Og í texta dagsins þá er Páll að kalla á ekki bara svona siðferðislegri aðlögun. Það er að segja að við breytum bara hegðun okkar eða eitthvað svona. Heldur er Páll í að skrifa til kirkjunnar í Korintu sem var borg í gamla daga, og hann er í rauninni að segja, hann er að boða helgun fyrir fólki. Hann er að segja því að líkast Guði sínum betur, að helgast í hugsun sinni og hvernig það haga sér. Ákallið breytingu hér í dag tekur mjög praktíska mynd. Hann er ekki bara að segja að það er eitthvað að heiminum og við ættum að gera eitthvað í því. Hann er að segja að það er eitthvað að heiminum, það er eitthvað að okkur sem kristnum og við ættum að leggja mjög mikið á okkur til þess að breyta. Þannig að það sem að Páll er að tala um hér er ekki svona í víðu hugmyndinni, það er spilling einhvers staðar eða eitthvað sem þarf að laga. Heldur en að fara nákvæmlega í, það er eitthvað nákvæmlega sem við þurfum að laga, og versin taka mjög praktíska mynd og við tæklum okkar eigin spillingu og veikleika í versunum okkar í dag. Þannig að við ætlum að lesa þessi 4 vers, 1. Korinthubréfið 9, 24-27 og svo hoppum við bara í þetta. Þannig að Páll skrifar til kirkjunnar í Korintu og hann segir: vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sanni allir, en einn fær sigurlaun. Hlaupið þannig að þér hljótið þau. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neitar sér allt. Þeir sem keppa gjöra það til að hljóta forgengileg sigursveigs, en vér óforgengilegan. Þess vegna hleypi ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég leik líkamann minn hart og gjöra hann að þræli mínum, til þess að ég sem hefur predikað fyrir öðrum skuli ekki sjálfur verða gjörður rækur. Þannig að það manna við á þessum tíma, þá er Páll auðvitað, eins og ég minni okkur reglulega á, að ekki að skrifa til Íslendinga árið 2016, hann er að skrifa til Grikkja í kringum árið 60, eru flestir sammála. Og á þessum tíma eru Ólympíuleikarnir eins og við þekkjum það í dag, og það eru einnig leikar sem heita Isthmia-leikarnir. Það er að segja, það eru leikar sem komu árið áður og árið eftir að Ólympíuleikarnir voru, sem að Korintuborg var réði yfir, og hún réði hvernig leikarnir myndi eiga sér stað og allt annað. Og þegar Páll hann nefnir leikmenn, þegar hann nefnir íþróttamenn, þá vita Korintumenn nákvæmlega hvað Páll er að tala um. Og því að þeir vita nákvæmlega hvernig leikmenni líta út, hvernig þeir haga sér, allt það sem þeir þurfa að gera. Og eitt sem að þeir hefðu pottið vitað er að leikmenn á þessum tíma þurftu að sverja eið. Þannig að 10 mánuðum áður en að leikirnir áttu sér stað, þá þurftu þeir að koma fram fyrir keisarann og sverja eið að þeir myndi ekki neyta víns, kjöts eða kynlífs næstu 10 mánuði til þess að þeir myndi vera sem bestir þegar að leikarnir áttu sér stað. Og viðlíkingunum í íþróttamennina sem að Páll notar hér í dag vekur upp hugsun form, vekur upp hugsun ákafa og erfiði og stríð. Þannig að gæjarnir þegar þeir heyra þetta bréf, og þetta er bréf sem er sendt til Korintumannina, þá hefðu þeir vitað að Páll með viðlíkingunni er að segja við þá: ertu tilbúin að gefa allt? Ertu tilbúin að fórna öllu? Ertu tilbúin að leggja allt á þig? Ekki bara að æfa vel eins og þeir gerðu, eins og leikmenn gera ennþá í dag, heldur jafnvel ef það kostar þig þægindi, ef það kostar þig peninga, ef það kostar þig stöðuna þína í samfélaginu. Ertu tilbúin?
Ertu tilbúin að leggja á þig að vera fylgjandi Jesú Krist? Og Páll, hann kallar eftir leikmönnum, ekki bara einhvern veginn áhorfendum sem klappa fyrir þeim sem hlaupa, heldur hann að kalla eftir þeim sem raunverulega hlaupa. Og það er það sem hann að skrifa til kirkjunnar henni í Korintu eins og við sjáum í versunum í dag. Og það eru 4 punktar í versunum okkar í dag sem ég langar að fara í, og versin eru þessi bara 24 vers iðrun. Vers 25 er alvarleika og kostnað göngunnar. Og svo er það vers 26 sem er stefnu. Svo er það senasta lagi vers 27 sem er aga. Þannig að mér langar bara að við förum yfir þessa 4 punkta. Það heyrist ekki? Já, ok. Það er eitthvað. Ertu að halda í línuna eða eitthvað hlutis? Heyrist betur núna? Is it okay? Is it better now for the? Yeah? Yeah, okay, it's okay. Það er allt til lagi hérna. Þannig að það er þessi 4 punktar sem við ætlum að demba okkur í. Og fókus Páls er ekki, það sem magna við þessi vers er að fókusinn er ekki á hinum hlaupurum. Að fókusinn er ekki á leikvangunum, heldur er fókusinn á þér. Hvernig ætlar þú að hlaupa? Ekki hvernig eru hinir að hlaupa, hvernig eru aðstæðunar í kringu þig eða annað eins. Og mér finnst það magna að Theodore Roosevelt, sem var einu sinni forseti Bandaríkjanna, hann sagði að við ættum ekki að biðja léttari byrðar, við ættum að biðja sterkari bök. Og þannig að það sem að Páll er að gera hér er að hann er ekki að reyna að breyta því að þú ert með keppingu. Hann er ekki að reyna að breyta því að það sé þraut fyrir fram að þig, heldur að reyna að segja þér, þrátt fyrir hverjir eru kringu þig, þrátt fyrir hvaða hindranir liggja fyrir fram að þig og þá þú að hlaupa vel. Og einbeitingin er á í rauninni þessu. Ekki biðja léttari byrðar, að þú taktu því sem þú hefur og biðja Guð sterkara bak til að bera það sem að þú átt að bera. Þannig að við dílum við galla okkar, við dílum við syndir okkar og sjúkdóma og hindranir og skemmandi fólk í kringum okkur. Er einhver ekki með skemmandi einstaklingu í kringum sig? Það er bara hluti af því að vera í brotnum heimi að hafa skemmandi fólk sem rífur niður það sem aðrir eru að gera. En fókus Páls er ekki á erfiðum aðstæðum, heldur er fókus Páls á þú hlaupir trúfastlega, að við hlaupum trúfastlega. Og mér finnst ég geta sagt þetta núna, viðst að þetta er svona hálfkristilegt, hann nefnir hérna hnefaleikamenn, þannig að ég horfi sérst á bardagaíþróttir. Ég veit að sumir eru ósammála því, en þetta er eiginlega biblíulegt því að hann talar hérna hnefaleikamenn og runni, það er óbiblíulegt að þú ert lélegur hnefaleikamaður greinilega, en svo lengi sem þú slærið öll höggin rétt, þá er það biblíulegt. En ég horfi á sérst þannig bardagaíþróttir og það er einn gæi sem er frá Írlandi sem heitir Conor McGregor og hann kemur og þjálfar ofta á Íslandi. En Conor McGregor sagði Írana þegar hann vann bardaga sinn, þá var talað við hann eftir bardagan og hann sagði ég get ekki gert henni íska hreiminn, kannski Andrew geti gert henni íska hreim. Andrew, can you shout, we're not here to take over, we're not here to take part, we're here to take over? In an Irish accent? No, I'm just kidding. He's like ready to say, okay. En þið verður bara ímynd ykkur íska heiminn en Conor McGregor kemur og segir we're not here to take part, we're here to take over. Þetta var svona minn besti íski heimur. En alltaf, þá var Conor McGregor að segja það að Íranir voru ekki hér til að koma að taka þátt í UFC, þeir voru hér til að taka yfir algjörlega UFC og þeir eru svona með hernaðar yfirlýsingu að Amerikanir myndu ekki lengur eiga þessa íþrótt sem er kannski svolítið erfitt fyrir fólki frá Virginia að heyra. Það er margt sem snýst ekki út á að vinna, heldur bara að taka þátt. Þannig að það er oft það sem að við erum að baka kökur með mömmu fyrir jólin eða eitthvað leys og það snýst ekki endilega að vinna. Það snýst bara að taka þátt og vera til staðar. En það er ekki hugsunin sem að Páll hefur hér með göngunum þína fyrir Guð. Að ákall Páls er eftir sigurvegurum, ekki þáttum. Þannig að hann er ekki að leitast eftir þeim sem bara skokkar í maraþoninu og er bara brosandi þrátt fyrir að vera í 200. sæti. Einstaklingurinn er bara ánægður með að fá að taka þátt. Hann er að leitast eftir þeim sem segja, heyrðu, gangur mínu með Guði er þannig að ég ætla að vera sigurvegurum, ég ætla að hlaupa eftir vinningnum og ekki vera bara sáttið við að fara að taka þátt í þessari keppni. Og ástæðan fyrir því að ég segja að þetta vers snúist iðrun er að viðlíkingin er hlaup. Og það sem einkennir kristna lífið er auðvitað ekki við séum fullkomin, því að enginn okkar er fullkomin. Ástæðan fyrir við erum kristinir og það við erum bara að segja við Guð, ég átta mig á hversu ófullkomin ég er, vilt þú frelsa mig þrátt fyrir minn verk.
Og svo eftir það, ávöxtur trúar okkar að við gerum góðverk. Út af því að ef einhver elskar okkur, hvernig getum við ekki elskað hann tilbaka? Ef að Guð fyrirgaf okkur, hvernig getum við ekki fyrirgefið og annað eins? En iðrun ekki það sama á eftirsjá, þannig að margir gera þessa villu að þeir halda að iðrun þýði að þú sjáir eftir því sem þú gerir. En það sjá nánast allir eftir því sem þau gera ef þau gera eitthvað slæmt. Þannig að iðrun ekki bara að snúast að mér líður illa út af því að ég klúðraði málunum eða syndaði. Þannig að ef við horfum á hlaupið sem hann að leggja, nota viðlíkinguna, að þá væri eftirsjá að detta niður og fara í sjálfsvorkun og renna sér út af vellinum í skömm. En iðrun að við stöndum aftur upp, við einbeitingum okkur aftur að því hvert við stefnum sem Guð okkar. Því að við vitum að hann betri en öll okkar synd í okkar lífi, öll okkar klúður. Við vitum að náð hans nóg og við hlaupum á eftir. Þannig að viðlíkingin sem hann að gera fullkomin viðlíking upp á iðrun. Að við höldum áfram, við leitum eftir sigurlaununum. Við hlaupum áfram trúfastlega því að hann biður okkar. Við munum falla en þú veist, og ef þú ert kristinn þá það ást Guði sem knýr okkur áfram. Þegar við föllum, ekki ef, heldur þegar við föllum, þá stöndum við upp út af því að við erum elskuð nú þegar. Þannig þú ert ekki að hlaupa til þess að einn daginn mun Guð elska þig. Ef þú ert kristinn þá áttur það á því að já, ég er syndur manneskja, já, ég er ófullkomin manneskja, en í Jesú Kristi hefur hann réttlætt mig. Og út af því hlaupum við áfram. Þetta allt öðruvísi en allt annað sem þessi heimur hefur upp á að bjóða. Þessi ást Krist það sem knýr okkur áfram. Ekki til þess að öðlast hana einn daginn heldur út af því að nú þegar höfum við öðlast hana. Og svo færum við okkur yfir í vers 25 þar sem að Páll byrjar að taka alvarleikann og kostnað göngunnar. Hann segir, sér hver sem tekur þátt í kappleikjum neitar sér allt. Þannig að Páll ekki að gera það sem margir gera í dag sem segja, hei, komdu og vertu kristinn út af því allt verður svo þægilegt. Það kostar ekki neitt, þú þarft ekki að gefa neitt af þér og þú færð allt í staðinn. Þetta er bara bleikt ský. Þetta er eina leiðin til þess að lifa lífinu og Páll ekki að segja það. Páll augljóslega í því að segja að sér hver sem tekur þátt í kappleikjunum neitar sér allt. Með myndlíkingunni hann að segja að með göngunni fylgir kostnaður, fylgir alvarleiki, fylgir fórn. En árásinn í þessum versum beinast ekki að spilltu ríki eða andaverum eða óvinnum Krist heldur í dag, í þessum versum sem við erum að lesa í dag, þá beinast spjótin inn á við. Að þú ert þinn stærsti óvinnur, allavega í versunum okkar í dag, að við erum í sviðsljósinu. Og íþróttamennir gerðu þetta fyrir kórónu, með þetta fyndið því ég var að lesa þetta. Vill einhver giska á hvað kórónan var gerð úr? Ég veit í dag erum við vön bikurum úr feik gulli og medalíum og annað eins. Getur einhver giska á það sem kórónan var gerð úr 60 árum eftir Krist í Ismatíja leikunum? Selleri. Þannig að kórónan var gerð úr selleri. Það grænmeti sem þú farið í Noodle Station. Selleri var kórónan gerð úr, bókstaflega kóróna úr selleri. Og þannig að þessi gæjar voru að afneita sér í 10 mánuði og voru að hlaupa sér fyrir kórónu úr grænmeti. Gátu ekki einu sinni haft þetta almennilegt kjöt og ég get sagt að þetta í dagur ekki til staðar. En þau voru að hlaupa til þess að eiga kórónu úr selleri sem myndi bókstaflega gufa upp á nokkrum dögum. Og þannig að Páll, hann minnir okkur á að við erum með aðeins hærri vonir en það. Við erum með aðeins hærri vonir heldur en að fá kórónu byggða úr selleri. Heldur, af hverju ættum við ekki verið tilbúin að fá? Af hverju ættum við ekki verið tilbúin að hlaupa vel? Af hverju ættum við ekki, ef að þeir gerðu allt þetta drast fyrir kórónu úr selleri, að vera betri í því að aga okkur og hlaupa vel? Út af því ég veit að ég ætla að hef engan áhuga á því að hafa kórónu úr selleri. Meiri sé að þú hækkar þetta upp í að fá okkur að feik gull medalíu. Það annað lögmál varmafræðinnar segir okkur að allt sem við höfum og sjáum í dag muni einn daginn gufa upp. Allt í þessum heimi stefnir í það að eyðileggjast. Þannig að sama þóttu sér ekki með selleri í kórónu, kannski segir ég fekk allavega bikar fyrir minn sigur, einn daginn mun þetta allt engu máli skipta. Bókstaflega, engu máli skipta. Allt stefnir í eyðileggingu í þessum heimi. Þannig að Páll hann minnir Korintumenn á við hlaupum með hærri von. Þannig að við fórnum þá með gleði. Við hlaupum áfram með ákafa
Því að vinningur okkar eilíf gleði með Guði okkar og frelsara. Það aðeins betra heldur en selri í kóróna. Ekki satt? Og hvað gerist ef við tökum alvarleikanum og kostnaðinum? Einhvers sem sagði að gott fordæmi besta gjöfin. Þegar við tökum á okkur kostnaðinum þess að fylgja Kristi, hver sem hann fyrir okkur og hann lítur kannski öðruvísi út. Að við erum frá öðruvísi bakgrunnum, við erum með öðruvísi synd þegar við tökumst á. Þegar við segjum svo, ok, ég ætla að fylgja Kristi allt mitt líf og þá byrjar ég á öðrum stað heldur en Catherine byrjar á og þá byrjar Jón á öðrum stað heldur en Nonni byrjar á. En fyrir okkur öll þá kostnaður að fylgja Jesú Kristi. Þannig að við erum að sýna með fordæmi okkar að gildi Kristi í lífi okkar. Að hann betra en allt það sem við afneitum okkur. Þessir gæjar voru að hleypa fyrir selri í kórónu en við vitum að okkar kóróna mun vera betri, mun vera fallegri og Guð okkar verður til staðar og að beina augum okkar og augum áhorfenda okkar á hann. Því að þú veist það ekki kannski en það alltaf einhver að horfa á þitt líf. Ég veit að það kemur alltaf sjokk þegar einhver segir, heyrðu, þú búin að byggja mig upp eða þú bara, þess að svo sérstaklega núna þegar maður gangi gennum Mikael með hvítblæðið og margir búin að segja hérna sem ég búin að fylgjast með ykkur fólk sem að ég hélt ekki eins og ég væri með sem vinn á Facebook en þau eru bara svona, þú hefur fengið mig til þess að hugsa meir Guð og biðja og annað þú veist aldrei hver eru að horfa á þig. Það alltaf fólk að horfa á okkur og þegar við hlaupum, þegar við segjum nei við öllum kostnaðinum sem tekur að fylgja Kristi, þá erum við að sýna hann þess virði, hann ber meira gildi fyrir mér heldur en þessari tímalegi hlutir sem að gefa mér tímabundna hamingju. Þannig að manneskja fórnar annarkvort í nauð eða þegar eitthvað þess virði. Þannig að manneskjur hafa fórnað lífi sínu til dæmis fyrir frelsi þjóðar sinnar og fjölskyldu. Og ástæðan fyrir því að fólk tilbúið að deyja fyrir börnin sín eða fjölskyldunum sína út af því að það segir þau eru þess virði að deyja fyrir. Þannig að þegar við deyjum sjálfum okkur, þegar við tökum kross okkar, þegar við afneitum okkar eðli sem vill oft fara frá Guði og við segjum, ég ætla að hlaupa til Krists, að þá sér fólk, þá fólk að horfa á líf okkar og með fórn okkar þá sér það að það sem þau eru að hlaupa fyrir ber meira gildi heldur en allt það sem þau eru að segja nei fyrir. Þannig að hvað gerist að manneskjur hafa, hvað gerist þegar þú biður ekki léttari byrðir heldur sterkara bak? Þú sýnir heiminn sem horfir á að Kristur þess virði. Að fordæmi áhrifameira en fyrirmæli. Þannig að við getum talað gildi Krists en það sem það sýnist, það sem það sést fyrir heimi sem kemur ekki að samkomur og heyrir okkur tala það. Það sést í hvernig við lifum okkar líf. Þegar ég segi, ég veit að mér langar að gera þessa hluti, ég veit að hluta eðli mínu leitast í aðra hamingju heldur en í Guði, en ég tek upp minn kross og ég fylgi Kristi, þá erum við að sýna heimi sem að horfa á. Hann þess virði. Hvað það sem við þurfum að afneita? Það getur verið að við séum allt of gjörn á að segja já, ég þarf að passa mig á synd minni, ég þarf að passa mig á að vera ekki svona slæmur. En raunverulega, hvað er það sem þú þarft að fórna? Það sem við þurfum að fórna. Er það sjálfstyrkur? Er það tími? Og ef þú heldur og sért ekki að dýrka sjálfa þig okkur núna eða horfa svolítið mikið upp til sjálfsins, eignast börn eða maka og þú kemst að því að þú ert mjög sjálfsælsk manneskja. Börnin sýna það. Er það peningar sem við þurfum að fórna? Er það sem við trúum að hamingjan okkar liggur? Eða er það tölvan sem leiður okkur í synd eða skemmtun? Skemmtun. Er það bara það að við horfum á sjónvarpið 10 tíma á dag og byggjumst ekkert rosalega mikið upp í trú á meðan? Er það vinsældir sem við þurfum að fórna? Að fórnin oft erfið en horfið til framtíðanar. Að fórn þín hefur eilíflegar afleiðingar og eilíflega minning. Svo færum við okkur yfir í vers 26 sem hann að tala stefnuna. Hann segir, ég best eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Þannig að eina óbiblilegi hnefaleikamaðurinn sá sem lélegur í hnefaleikum. Hvert einasta högg sem flýgur og skref sem við tökum með stefnu, með ákveðin tilgang og hvers vegna. Hann segir, þess vegna hleyp ég ekki stefnulaus. Þannig að það ástæðan fyrir því að segir, ástæðan fyrir stefnu minni, ástæðan fyrir því að ég hef tilgang á bakvið allt sem ég geri það sem ég var að tala í seinasta vesti. Ástæða stefnu okkar, ákafa og fórnar óforgengilegu sigursveipur okkar.
Að þjáning okkar og tár einn daginn verða minningar. Okkar bjagaða sýn á dýrð Guðs einn daginn verður skýr. Okkar sársauki verður fögnuður. Og þjáning þessa tíma er ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem okkur mun opinberast. Og þegar að synd sem nú skapar bil á milli Guðs okkar og hamingjan er horfin og við sjáum Guð okkar, þegar einn daginn að við verðum gjörþekkt eins og við erum nú þegar gjörþekkt, eins og 1. Korintharbréf segir. Einn daginn svo synd eða þjáning sem þú ert að díla við okkar núna. Þess að ég hugsa þá og meðal okkar þess að sonur minn sem er að ganga gegnum þetta krabbamein, Guðrún sem ég veit að langar að gera miklu meira en líkaminn dregur hennar niður, David sem er aðeins að vera betri en sem að ég veit að vill gera miklu meira. Einn daginn verður svo þjáning og svo tár sem að við leyfum að falla minning. Einn daginn verður við sjáum við Guð og hans dýrð skýrt. Frekar en að búa í heimi þar sem að við erum aftur og aftur dregin í burt og horfa hvert annað, að þá sjáum við að hann er svo miklu betra heldur en allt það sem þessi heimur hefur upp á að bjóða. Og ef þú ert ekki með stefnu þá skiptir ekki miklu máli hvert þú ferð. Eins og Lísa í Undralandi, þá kemur hún að vegi sem fer í tvennt og hún spyr hvert á ég að fara og hún er spurð, ég veit ekki hvert þetta að fara. Hvert stefnurðu? Og hún segir, ég veit ekki. Þá segir skrýtna skrímslið þannig hvað sem þetta er, sem segir að þá skiptir ekki máli hvor veginn þú verð. Ef þú ert ekki með neitt leiðarenda, þá skiptir engu máli hvert þú stefnir. Og það sem að Biblían segir okkur er í Orðskjálftanum 29:18, það sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. En sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Þannig að við hlaupum af ákafa því að við vitum hvert við stefnum. Við hlaupum og saman hvað það kostar, þá hlaupum við áfram því að við vitum hvert enda markmið okkar er. Og við getum hrist hausinn og getum jável sagt amen, en sýnir líf okkar að þetta sé raunverulega það sem við trúum. Við getum sagt, ég trúi þessu, það er magnað, ég ætla að stefna til Krists, en þeir sem eru í kringum okkur, fjölskylda okkur og vinir, gætu þeir sagt, hei já, líf þitt snýst að gera Jesú Krist dýrlega. Þegar aðrir sjá okkur er skýrt hvert við stefnum. Að baka hvert högg og hvert skref sem við tökum er tilgangur. Á bakvið það er þema lífs okkar að Guð einn sé dýrlegur og hátt upp hafinu. Páll í seinasta versunni í 27 þá talar hann aga og hann talar gegn þeirri hugsun að segja fólki að hlusta á það sem við segjum en ekki horfa á það sem við gerum. Því miður hefur kirkjan oft gert það segja hlusti á það sem við segjum en ekki horfa á það sem ég gerir. Þannig að við tölum rosalega mikið gjafmildi, við tölum rosalega mikið að elska aðra eins og sjálfum okkur. En við segjum please ekki horfa á það sem við gerum út af því að það sést engan veginn í lífum okkur. Þannig að Páll talar hér algjörlega á móti þessari hugsun. Við ögum okkur og við lifum í aga til þess að við getum sagt við aðra, við okkur sjálf, Jesús er þess virði. Guð er þess virði, eða við tölum dýrð hans og lifum svo ekki samkvæmt því. Það er því miður margir sem gera það. Ástæða fyrir fórn okkar er að við viljum lifa því sem við trúum og treystum. Þannig að við segjum, Jesús Kristur er þess virði og við viljum sýna það með lífum okkar. Hann er raunverulega þess virði út af því að Gunnar er tilbúin að afneita sjálfum sér. Hann er tilbúin að taka upp sinn kross og þrátt fyrir allt það sem það kostar hann, að þá sér hann að fólk í kringum okkur að hann er ekki missa hamingju sína. Hann hefur fundið hamingju ykkur staðar annars staðar. Við viljum geta sagt með Páli, verið eftirbreytnir mínir eins og ég er eftirbreytnir Krist. Hann segir það reyndar seinna í 1. Korintharbréfi, ég held að sé í næsta kafla ef mann rétt. Þannig að hvernig lítur þetta út fyrir þér? Hvað er það sem þarf að aga, það sem þarf að fórna? Hvernig þarf þú að aðlaga stefnu þína? Hvernig þarf ég að aðlaga stefnu mína? Er það uppgjöf á atriðum þínum sem að þú hefur hingað til neitað að sleppa? Er það að við sjáum því miður svo oft skriftina á veggnum en það eina sem við gerum er að gagnrýna stafagerðina eins og ykkur sagði. Það er svo oft það sem við lesum vers, við lesum Biblíuna og við hugsum þetta er magnað, þetta er geðvægt. Því miður þá sitjum við, það er eina sem við gerum við það.
er að sitja hann og horfa á stafagerðina, kannski pæla í þýðingum. Það er hættan við það að pæla bara í guðfræði en leyfa guðfræði okkar ekki að hafa praktísk áhrif á líf okkar. Hvernig lítur þetta út fyrir okkur? Við getum gert þau mistök með því að díla við textan en ekki eigna okkur textan. Hvert potar hann? Í dag, ég get ekki sagt hvað aðstæðum við erum í, ég get ekki sagt hvað synd við erum að díla við, en kannski þurfum við að sitja og þurfum að lesa textan og hugsa á hvað í lífi mínu er hann að pota, hvað er það sem ég þarf að laga, hvað er það sem ég þarf að aga. Kannski ert þú hér í dag og þú ert akkurat í öðrum gír. Þú ert búin að vera mjög trúföst eða trúfastur og þú ert þreytt eða þreyttur. En það var einn maður sem heitir Redwood sem sagði: ef þú kvikar ekki frá stefnunni, kunna skýin við sjóndeildarhringinn að reynast fjöll fyrir hina landsins. Og svo er það annar maður sem mér finnst rosa skemmtilegur, alltaf það er svona sömu hluti sem hann sagði, sem heitir Winston Churchill. Hann sagði að hið ógerlega tekur bara meiri tíma. Það sem er ekki hægt að framkvæma, það tekur bara aðeins meiri tíma heldur en hitt sem er hægt að framkvæma. En það sem er mannað er að við sem kristið fólk, þú getur sagt þetta og þú getur sagt já, Winston Churchill var alltaf töffari og annað eins, en fyrir okkur sem kristið fólk þá er það oft ógerlegt að breyta okkur sjálfum. En það sem við höfum er heilagur andi Guðs sjálfur að starfa í okkur, að umbreyta hjörtum okkar og augum okkar og hug. Þannig að hið ógerlega oft tekur bara aðeins lengri tíma heldur en það gerlega. Og þegar það er sóttir af, þegar það er ráðist á þig, þú veist, þegar þú finnur fyrir stríðinu sem er að eiga sér stað, þá er það oft út af því að þú býrð í heim sem er að fara alltaf aðra átt heldur en þú. Ef að þú ert að stefna að Kristi og heimurinn er að stefna eitthvað annað, þá finnur þú fyrir því að fólk mun segja það, hversu skrítin ertu fyrir að trúa þessum hlutum, af hverju ertu að afneita sjálfum þér, að þetta er eina lífið sem við fáum, af hverju lifir ekki eins og þú vilt sem þinn eigin Guð. Þannig að þegar við erum að stefna í allt aðra átt heldur en heimurinn í kringum okkur, þá finnum við oft fyrir því að sótt er að. Og það er auðvelt að verja það sem er aldrei sótt að. Þannig að erfiðleikarnir þín að geta verið huggandi erfiðleikar að því leytinu til að þegar það er erfitt, þá getur þú huggaði við það að það gæti líklegast þrýtt að þú ert alltaf að stefna í rétta átt. En horfðu til vinningstíns og leiði erfiðleikum þínum að fölna við hlið dýr þess sem koma skal. Það var Victor Hugo sem sagði: þolinmæði er dóttir vonarinnar. Og við líðum þolinmóðlega því að þolinmæði okkar er drifin af von. Ástæðan fyrir að við getum verið þolinmóð og verið vonarík er út af því að við erum með von sem koma skal og við kennum þreytu eða áhyggjum eða hungri ef við erum að hafa okkur illa. En þegar við erum í góðum skapi og þegar við höfum okkur vel, þá segjum við ofta að það sé okkur að þakka. Við verðum að horfast í augu við það að við erum ekki eins fullkomin og við höldum að við séum. Að tækifærið ber oft bara einu sinni að dyrum, en freistingarnar hallar sér að dyrabjöllunni og hringja. En þolinmæði er vilji til að verða það sem maður getur orðið. Ekki vilji til að láta sér lynd að vera það sem maður er. Ég veit ekki hvernig ég segi þetta, ég er með 2 frönskumælandi fólk hérna, J.J. Rousseau, er þetta leiðin til að segja þetta? Rousseau. J.J. Rousseau sem var franskur maður, hann sagði að þolinmæði er besk en ávextir hennar sætir. Og það er rétt, að þolinmæðin er oft besk en ávextir hennar eru sætir. Og reynslan er góður kennari en reikningarnir eru oft mjög háir. En ég sammála líka Henry Ward sem sagði að erfiðleikar séu aðferð Guðs til þess að aðlaga okkur einhverju betri hlutum. Að þegar þú ert að gangi gegnum þjáningar, að þegar þú ert að gangi gegnum að ég er að upplifa það að þessi heimur er rosalega brotinn, þegar þú ert að upplifa það að það er eitrað fólk í kringu þig að eitra fyrir þér, að þá getur þú horft til þess, kannski er þetta Guð að benda mér á að von í þessum heimi er ekkert rosalega mikið von. Kannski ætti ég að vera með augum mín einhverstaðar annars staðar heldur en á mínum eignum og annað eins. Þannig að
Einn af uppáhalds guðfræðingum mínum, John Owen, sagði be killing sin or sin will be killing you. Það refsing sem menn hljóta, því miður eru margir sem halda því fram að eina refsingin fyrir synd okkar sú refsing sem kemur þegar við stöndum fram fyrir Guði. En það ekki eina refsingin, heldur okkur einnig refsað af þeim, af syndum okkar. Ástæðan fyrir því að Guð segir, hei, lifðu svona, út af því að hann segir, ég veit hvað ég skapaði þig fyrir. Ég veit að allt annað út fyrir þann kassa sem ég hef skapaði þig fyrir leiðir ekki til hamingju, leiðir ekki til gleði. Þannig það ofta að okkur ekki refsað fyrir syndir okkar þegar við stöndum fyrir framan Guð, heldur okkur einnig refsað fyrir syndir okkar af þeim nú í þessu lífi. Og menn eiga það til að blekkja sjálfan sig þar til við byrjum að halda að syndir okkar séu dygðir. En Guð minnir okkur á að ávextir syndar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi. Og það var maður sem sagði að fólk ætti ekki alltaf að hugsa svona mikið hvað það ætti að gera. Það ætti miklu fremur að hugsa hvað það ætti að vera. Sé það gott, munu verkin sjálf bera því vitni. Þannig að í dag þá þetta ekki einungis það sem við gerum sem við þurfum að svara til saka fyrir, heldur einnig það sem við látum ógert. Í dag ætla ég ekki að selja þér rómantíska hugmynd af kristinni trú sem kostar ekkert og gefur þér allt sem þú þráir. Því að versin okkur í dag benda til þess að það var Páll sem skrifaði 2/3 af Nýja testamentinu segir að hún kosti eitthvað, kostar okkur fórn, en kostnaðurinn mikill en afneitunin stór, ákafinn tekur á og fórnin meiðir stundum, en vinningurinn þess virði. Við erum ekki að hlaupa fyrir selleri, við erum að hlaupa fyrir konung dýrðarinnar. Konung konunga. Það sem þó merkilegt að þrátt fyrir öllu því sem fórnað og öllum kostnaðunum, þá hamingjan dýpri og vonin eilíf frekar en tímabundin. Þannig að vonin sem þú hefur, ef þú ert búin að segja að Jesús Kristur, þú ert minn drottinn og þú ert minn konungur, þá vonin miklu dýrari nú þegar. En ef fólk horfir á lífið og horfir á allt það sem þú segir nei við, þá myndi það líklegast halda að þú væri óhamingjusamur. En það sem við sjáum þegar við skiptum út að tilbiðja skapaða hluti og byrjum að tilbiðja skapar okkar, þá áttum okkur á því að það liggur hamingjan allan tíman. Ef þú ert hér, þá bið ég þig að taktu þinn kross og fylgdu Kristi. Taktu kostnaðinn, taktu fórninni, taktu öllu sem því tilheyrir og fylgdu Kristi, því að vinningurinn þess virði. Án þess að taka við gjöf hans og ef þú ert hér án þess að taka við gjöf hans og gera hana frelsara þínum og drottni, láttu enga von eigum við enga von fyrir dómi Guðs, en í honum áttu alla von í þessu lífi og alla eilífð. Snúum okkur til Krists. Og þú, bróðir eða systir, ef þú ert hér í dag og þú ert kannski þreytt, eða þú ert kannski búin að gefast upp á að berjast við þitt eigið hold, haltu áfram. Eins og hann segir þannig, gerðu hold þitt að þræliðinu, Guði til dýrðar. Horfðu fram hjá þeim kringumstæðum sem þú ert í núna og horfðu til Krists. Horfðu fram á við í kringumstæðum sem erfiðar og leyfðu þjáningum þínum að fölna í fegurð krossins og voninni sem sá kross ber. Þannig að mér langar að skulum bara enda þar, skulum biðja saman. Kannski að einhver geti náð í svöfu. Kannski líka bandið megi komu upp, Andrew og Samantha. Heilagur Faðir, við þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur, fyrir náðin og miskunn, trúfesti, kærleik. Ég bið Drottinn fyrir okkur sem erum þreytt, sem erum að ganga gegnum erfiðleika, sem erum að bíða eftir því að það verði aðeins betri tímar. Biðum að gefa okkur styrk. Hjálpa okkur að minnast þess að von okkar ekki í þessum tímabundna lífi, í þessum tímabundna líkama, í okkar tímabundnu hamingjum. Heldur von okkar byggð á því að þú ert konungur okkar og einn daginn þá verður svo dýrið sem við sjáum ekki til fulls núna, þá munum við sjá hana til fulls, þá munum við sjá þú ert drottinn okkar og frelsari. Ég bið Drottinn að gefa okkur styrk til þess að halda áfram trúargöngunni. Ég bið að hjálpa okkur að hafa augu sem horfa til þín fyrir þá von sem við þurfum. Ég bið heilagur andi að starfa í okkur, gefa okkur styrk þegar erfiðleikar koma og þegar það gengur ótrúlega vel.
þegar þú blessar okkur með góðum félagskap og góðum vinum og góðum aðstæðum, eða blessar okkur með líkamlegum gjöfum, meiri peningum eða hvað sem það er. Hjálpa okkur líka í þeim aðstæðum að muna. Ég kannski kom með fleiri gjafir en von mín í gjafarum, ekki gjöfunum sem þú gefur. Ég bið Drottinn að varðveita okkur og leiða okkur og styrkja okkur. Ég bið að gefa okkur von, ég bið að gefa okkur augu sem horfa á krossin í öllum aðstæðum. Ég þakka þér, Drottinn. Ég bið fyrir öllum þeim sem eru hér inni sem eru kannski ekki kristnir. Ég bið Drottinn að þau megi segja í dag: ég tek kostnaðinn, ég tek því sem það fylgir því að fylgja Kristi, því að ég veit að hann þess virði. Ég bið Drottinn, ég bið heilagur Andi að starfa í hjörtum, ég bið að umbreyta okkur. Ég bið að gefa okkur styrk og ég bið að sannfæra synd, réttlæti og dóm. Í Jesú nafni. Amen.